Næst á dagskrá kemur fulltrúi frá Reykjavíkurborg, Rúnar Ingi, og hann ætlar að segja okkur frá því hvernig að vera með umhverfisvottaðar endurbætur, ekki satt? Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir mig. Þetta þurfum viðhald hjá Reykjavíkurborg. Þetta mjög áhugavert að hlusta á okkur, því að í raun og veru þetta alltaf að endurspegla það sem ég ætla að fara að segja okkur frá okkur núna. Vottanir, ljósvist, orkunókun, sparnaðar á heitu vatni og svo framvegis. Þannig að, hvað veit ég hérna? Við náttúrulega erum opinbert apparat, borgin, og við eigum að fara eftir, við erum að fylgja ákveðnum stöðlum og við erum með ákveðna samþykktir sem við þurfum að fara yfir og fylgja. Og við erum hluti að byggjum grænni framtíð, þar sem við erum með svona ákveðnar skuldbindingar sem við þurfum að fylgja og erum að vinna eftir þeim. Og plani að umhverfisvotta allar svona stærri viðhaldsverkefni og endurnýjun og náttúrulega nýbyggingar líka. Og við erum svona þokkalegri leið með það, held ég. Þessi 3 endurgerðir á leikskólum í gangi núna. Það eru 4 í undirbúningi, við erum í endurgerð á stórum skóla, Hólabergsskóla. Þetta allt svansvottað, þannig að. En af hverju svansvottun frekar en eitthvað annað? Það svolítið líka át af því að við erum með þjónustu hérna innanlands. Það svolítið munur á því og bréfum og önnur vottunum. Hérna erum við með innanlandstengingu. En hluti af þessu líka, og það var að tala um vatnsnókun og orkunókun, krónur og aurar eru minna vandamál allavega hérna á háhitasvæðunum. Meira vandamál út í Vestmannaeyjum þar sem ég fæddur upp alveg. Menn að borga 60-70 mánuði hitareikningar. En það að segja. Við lækkum bæði minnkum þörfina á heitavatnsnókuninni, getum haldið sundlaugunum opnum lengur, minnka þörf á nýjum heitavatnslindum eins og við erum að sjá Selfossi til dæmis. Það var svo gott dæmi að þau sprindu heitavatns kerfi hjá sér. Og fyrir það hvað gæði byggingar batna náttúrulega þegar hitinn er jafnar í húsinu. Rekstrarkostnaðurinn hann í svona skólum, hann lækkar nokkuð 100.000 ef ekki milljónir á ári. Sem getur nýst á frekar í eitthvað annað í starfsemi skólans. Innivist samt margt, hún náttúrulega, hoppaði yfir hérna, svona, ég ætla að vera snöggur. Góð loftræting, eins og við verið talað hún tryggir náttúrulega gæði og innivist líka ljósvist með dagsbirtu og byttustýringu á sjálfsögðu. En loftræting var því miður ekki hluti af hönnun bygginga í Reykjavík lengst af. Það svolítið sorglegt að sjá sum kerfi sem að jafnvel hafa aldrei verið sett í gang þó það hafi verið sett upp. Og eru fann að líta út eins og einhver leikmynd og Die Hard mynd að innan. 10 ára gamalt en tandurhreint, gott að tandurhreint kerfi, en þau hefur ekki verið tandurhreint út af því að aldrei eru sett í notkun. Þau hefur verið tandurhreint út af því að þau eru hreinsuð á 5 ára fresti. Rakavarnir, og þetta er náttúrulega líka hluti af svansvottuninni, að raka út eftir og raka vatna á ávallanir. Þeir eru svona skildu þættir í svansvottun og dráulíkum og myglu og þess að það. Og þið sjáu hérna skemmtilega mynd úr skóla hérna við bæ sem við vorum í klárum í fyrra. Að við þurfum að opna byggingarhluta, þá við mælum ekki raka, þá þurfum við að opna til þess að komast að raunverulegum vandamálum. Þetta er bara svo sjúklingur sem þarf að opna upp á gátt til þess að finna hvað er á honum, ekki sést utan á. Þannig þegar við förum á stað þá sjáum við ýmislegt fleira sem er í gangi. Efnisvalið í svansvottuninni, hún náttúrulega hefur mikið að segja, nokkur eituröfnun, notum umhverfisvottu og heilsusamlega efni, fólk er mjög misjafnlega viðkvæmt fyrir því og sérstaklega að fólk er ekki búið að erta ofnæmiskerfið í sér og byggja upp hérna það allt saman. Hitastöð orkunýting líka náttúrulega hluti af þessu, eins og sagði áðan. Svansvottunin hún tryggir lægri orkunókun, jafnari hitastig og aðgengismálin, það má ekki gleyma því, náttúrulega hluti af innivistinni, gæði húsana. Þetta er hluti af vottunni og okkur er skylt að sinna þessu. Þannig að ávinningurinn er margþættur. Það er bara þetta sem er til upp hérna. Það er minnkun kolefnisspor í byggingunum sem náttúrulega margir reyna. Bæting innivista er bara í víðtækum skilningi frá A til Ö. Og
sem mér finnst það rosalega mikilvægt í þessu, og það bara, við sem stóru verkkaupi í Reykjavíkurborg, við erum að sinna svo rosalega mörgum verkefnum, við erum að rosalega marga eftirlitsaðila, en svo erum við að sjá gæðin á byggingunum ekki nógu góð í okkur. Ég sé þetta svolítið tækifæri í svona vottunarkerfi að við erum að fá gæðakerfi bæði fyrir hönnuði og verktakana og vottað úttektarferli. Þannig að við erum með svolítið svona stífan ramma eða góðan ramma, finnst mér, fyrir hönnuði, verktaka og úttektaraðilana. Plús náttúrulega betri fjármagn og lánamarkaði fyrir þá sem áhuga á því. En ég bara takka fyrir mig. Takk fyrir, Rúnar.